Ok, það var að dæmi 2 á lokaprófi stærðfræði 3 haustið 2012 og við fáum gefið uppáskilsverkefni. Þetta er fyrsta stigs línuleitdifferjöfna og við sjáum við erum með hérna tölugildið af x mínus 3 hérna. Vegna þess að við erum með ákveðið uppáskilyrði, þá vitum við í hvað tilfelli við erum. Vegna þess að, já, við þekkjum það að x mínus 3, tölugildið af x mínus 3 er annarkvort x mínus 3 ef þetta x mínus 3 er stærri en eða jafnt á 0. Það þýðir sem sagt að x er stærri eftir 3 eða mínus x mínus 3 ef x mínus 3 er minni en 0. Og það gerist í tilfellinu þegar x er minni en 3. Nú sjáum við að x í okkur er 0, þannig að við erum í tilfellinu þar sem x er minni en 3. Þannig að við getum tekið inn tölugildið og smellt bara hérna þessum mínus á sem á að vera. Ok, þannig að við segjum jafnan okkar y pluss 1 á móti tölugildin af x mínus 3 y jaft og x mínus 3 sem sínus af x er í þessu tilfelli það sem þetta uppáskilið er jafngildi að y mínus 1 á móti x mínus 3 sem y sé jaft og x mínus 3 sem sínus af x. Nú, þá getum við farið að einbeita okkur því að finna heildunarþáttinn. Við segjum heildunarþátturinn eða heildunarfastinn er e í veldinu eitthvað stofnfall af mínus 1 á móti x mínus 3, sem sagt e í veldinu mínus ln af tölugildin af x mínus 3. Ok, eitthvað stofnfalli, það er ekki að segja pluss fasti k, við erum með fastan k eftir 0. Ok, svo segir þetta er 1 á móti tölugildin af x mínus 3, en aftur, við vitum að við erum í tilfellinu þar sem x er minni en 3, þannig að þetta er mínus x mínus 3, þetta er sem sagt mínus 1 deilt með x mínus 3, og ég ætla að skrifa þetta bara svona. Ok, nú ætla ég að margfalda differjöfnuna mína með heildunarþættinu. Þá fæ ég mínus 1 á móti x mínus 3 sem diffrað mínus 1 á móti x mínus 3 í öðru sem er jaft og mínus x mínus 3 deilt með x mínus 3 sem sínus af x. Þetta er greinlega bara 1 hérna. Og svo sjáum við þá á vinstri hliðina má ég núna skrifa, þetta er jafngildi að segja heildunarþátturinn minn 1 á móti x mínus 3 í mínus sinnum og það diffrað, það gefur mig vinstri hliðina og við tjekkum okkur af hérna til að sjá við höfum reiknað rétt. Við segjum þessi ódiffraður sem þessi diffraður, það gefur nákvæmlega þennan. Svo er þessi diffraður sem þessi ódiffraður gefur nákvæmlega þennan, þannig að peningarnir passa. Svo segjum við þetta er jaft og mínus sínus af x. Sjáðu, nú er komið eitthvað fall hérna vinstra megin diffrað er jaft og mínus sínus af x. Það er einfalt að finna bara stofnfallið á hægri hliðinni. Segjum mínus 1 á móti x mínus 3 sinnum y er jaft og stofnfallið af mínus sínus af x dx sem er svo mikið sem kósinus af x pluss einhver fasti k. Svo viljum við vita hvað y er. Y er þá í margfaldaði mínus x mínus 3 gegn, þá fæ ég mínus x mínus 3 sinnum kósinus af x pluss k. Og svona getur við ritað almenn lausna. En við erum að leita að þeirri lausn sem uppfyllir skilyrði y á 0 er jaft og 1. Þannig að ég fæ þess að hérna mínus mínus 3, það er 3, sinnum kósinus á 0 er 1 pluss k og það er jaft og 1. Þá sé ég í hendi mér að k þarf að vera mínus 2/3. Ok, þannig að lausnin, ekki glemma að skrifa lausnina, er y af x er jaft og mínus x mínus 3 eða bara 3 mínus x sinnum kósinus af x mínus 2/3. Og nú spurningin á hvaða bili gildir þetta, það er reyndar ekki spurt beint það, en við vitum að x hlýtur að vera annarkvort minni en 3 eða stærri en 3 og við erum búin að ákveða að x er minni en 3 í þessari lausn. Þannig að x er á bilinu mínus óendanlegt og upp í 3. Svo.